Góðan dag og velkomin í Gunn Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunn Hann. Þessir þættir hjá mér eru vikulegir og ég set þá alltaf út á sunnudögum. Ef ég byrja á því að sýna og segja frá því sem ég er í. Peysan er tilbúin. Það eru 2 ár síðan ég byrjaði á þessari peysu. Ég hef talað um hana í fyrri þáttum. Var svona vesenast með ermarnar hérna. Ég var búin með peysuna en mér fannst það að vera of þröngt hérna. Þannig að ég rakti upp niður að ermaopi og prjónaði þetta aftur og hafði þá bara fleiri lykkjur. Þannig að þetta varð aðeins breiðara og það liggur miklu betur og miklu þægilegra að vera í peysunni. Þetta er svona þegar maður er að fara eftir uppskrift, notar ekki rétta gatnið og breytir uppskriftinni, þannig að þá þarf maður að vera að möndla þetta svolítið svona fram og tilbaka og lendir stundum í því að rekja upp og gera aftur og svoleiðis. En peysan er tilbúin og ég er rosalega ánægð með hana. Þetta er mjög mjúk og góð peysa, þannig að ég hugsa að ég eftir að nota hana svolítið mikið. Og hún kemur skemmtilega út. Það er kona sem ég þekki sem á gamla sokkavél og hún var svo elskuleg að koma með hana niður í skóla og leyfa mér að prófa og ég tók allt sokkagatnið sem ég átti og ætlaði nú bara að gera svona lengjur, en sumt af þessu sokkagatnið sem ég átti það var eiginlega fullt gróft fyrir vélina, en ég náði í nokkur sokkapör. Hérna er eitt sokkapar úr vélinni. Og þetta er prjónaður hólkur og síðan opna ég hérna fyrir þar sem hællin á að vera og prjóna í höndunum hérna hælinn. Ég prjóna stroffið hérna upp í höndunum og einni tanna. Þannig að þessir eru svolítið góðir. Það er svolítið gaman að fá að prófa svona gamla vél. Þær voru margar til hérna á Íslandi, hérna á árum áður, en ég veit ekki hvað er orðið eftir af þeim. Og það er standa alveg fyrir sínu. Það á að vera hægt að prjóna alveg sokkana, prjóna hælinn og allt saman í vélinni. En ég var bara að drífa mig og ákvað að gera bara, af því ég fékk hana bara lánað þarna í smá stund, og ákvað að gera bara hólkana og klippa þetta svo niður og prjóna í höndunum. Og þetta verða góðir sokkar. Ég fór á námskeið hjá Heimilisiðnaðarfélaginu í að kríla og þetta er gömul aðferð til þess að búa til bönd, hnýta bönd, og ég gerði nokkrar hérna, þannig ég ætla að sýna ykkur. Þetta var það fyrsta og hérna er svo annað. Hér byrjaði ég, hérna er þetta allt svona saman og svo með ákveðinni aðferð að þá skiptist þetta niður í tvennt. Og hér er seinasti, þetta er svona eins og kaðall. Og þegar ég var að gera þetta þá var ég að hugsa, já heyrðu, þetta er nú, ég get nú gert þetta úr grófu gatni og þá verður þetta kannski, þá get ég gert þetta, ef ég er með, eins og með þetta hérna, að þá get ég gert þetta töskuböndum eða eitthvað og hérna, þannig að þetta gefur svolítið mikla möguleika og gaman að læra svona gamalt handverk. Og ég fór nú aðallega á þetta til þess að hérna rifja upp því að ég hafði lært þetta þegar ég var í kennaraskólanum en ekkert notað það síðan. Og ég var ekki alveg að skilja leiðbeiningarnar sem voru með pröfunum mínum, þannig að svo þegar ég sá að það var verið að auglýsa þetta námskeið þá ákvað ég að fara á það, að því ég hafði hugsað mér að kenna krökkunum þetta niður í skóla. Og þá er þetta hérna, þetta band
svolítið gott í það. Ég byrjaði á lopapeysu núna í sumar sem var prjónuð úr einföldum plötulopa og móhergarni, svolítið svona þykku. Og ég var búin með bolinn, laði þetta síðan frá mér að því ég gat ekki verið að prjóna mikið með svona grófum prjónum. Tók hana svo upp núna og ákvaði að klára hana því að nú er náttúrulega verkefni mitt að klára þessa hálfgerðu hluti eða hálfunnu hluti sem ég á svolítið mikið af. Og þar sem ég var byrjuð að prjóna hana að þá sá Berglindóttir mín peysuna og heyrðu, henni leist svona rosalega vel á þetta. Þannig að hún svona falaðist eftir henni og ég ákvaði ekkert mál, ég skal bara, þú mátt eiga þessa peysu. Og það var svolítið gaman að gera þessa því að þetta er svona öðruvísi þó ég sé með svona hálfgerðis lopapeysu munstur að þá nota ég ekki lopan í munstrið, heldur er ég með alls konar svona skrautgarn. Eins og þið sjáið, þetta er svona glimmergarn og hérna svona loðigarn og ýmislegt. Þannig að það var svolítið gaman að finna út úr hvernig ég ætlaði að gera þetta. Og það er eins og venjulega, ég er ekki gera eftir neinni uppskrift. Hef svona kannski til hliðar svona einhverja lopapeysu uppskrift sem ég finn hjá mér í bók. Og upp á svona málin, hvað þetta á að vera vítt og langt og það allt saman. Þannig að hún hefur þurft að máta þetta svolítið, svona sérstaklega því ég var komin eins og hingað að þá lét ég hana máta og ákvað býtu hvert þetta komið á þér, hvernig viltu hafa þetta og svona. Og þegar hún mátaði að þá kom í ljós að þetta var alveg komið bara vel hérna upp á hálsmál, en ég þurfti að bæta við hérna í hliðunum og aftan á, þannig ég gerði styttar umferðir aftan til þess að hækka það upp. Svo vill hún fá rúllukraga, þannig að ég er byrjuð á honum núna og ætla að klára þetta bara núna fljótlega. Þannig að þið sjáu þessa peysu tilbúna í næsta þætti. En ég held hún verði bara nokkuð góð. Og þó hún sé úr svona einföldu plötulopa og þá gerir móherða verkum að þetta verður bara eins og þrefaldur líku við og hún er rosalega hlý. Ég hef prjónað mér peysur úr þessu og þær eru mjög hlýjar. Það eina er að þegar maður notar svona móherði með að þær hnökra svo mikið. En þá er bara málið að tína hnökurboltana af. En mjúkar, hlýjar og þægilegar eru þær. Ég hef ekki frá meira að segja í dag, þar sem að ég hef aðalega verið að prjóna síðustu viku og búin að sýna ykkur það. Ég er þó allavega búin að klára þessa og nánast klára hérna lopapeysuna. Og nú ætla ég að vinda mér í saumaskap. Og ég hafði hugsað mér að í næstu viku, þegar ég er búin í vinnunni, kem heim, að fara bara beint niður á vinnustofu og setjast við saumavélina. Það gerist voðalega lítið ef maður situr ekki við saumavélina. En það er svo mörg verkefni sem bíða og alltaf þegar ég er að fara að huga því hvað ég ætla að setja svo, hvað ég ætla að sýna í næsta þætti á Gunnan Brasa, að þá er alveg, já, ég er ekki búin að sauma, ég á eftir að klára þetta og sauma þetta og svona. En ef ég geri þetta að ég fer bara niður á vinnustofum leið og ég kem heim og vinn þar í 1, 2, 3 tíma, að þá hlýtur nú eitthvað að klárast. Þannig að ég er að vonast til þess að í næsta þætti þá get ég sýnt ykkur eitthvað af kláruðum vélsumsverkefnum. Þannig að ég segi bara takk fyrir í dag, takk fyrir að horfa og við sjáumst í næstu viku.